Já, maður 1-1 jafntefli hérna gegn Vestra, svona, hvernig myndir þetta? Bara hundfúll. Við komum okkur í einu leik með það markmið að vinna hann og bara hundfúll að það hafi ekki tekist og einhvern veginn leiðilegt aftur á móti Vestra í sumar að við höfum ákveðið að gefa þeim dauðafæri og þannig að það er svona situr aðeins í mér smá svekkelsi alveg klárlega með það. Þetta er mjög ódýrt mark og það gerir þetta þá ekstra svekkjandi eða ekki? Jú, auðvitað er það og það er sama eins og ég segi, þú veist. Ef þetta er markið sem þú færð á þig og fannst við ekki fá mikið að færum á okkur, þannig að það er mjög svekkjandi að þetta verði til þess að við náum ekki að, eða jafn stóran hlut í því að við náum ekki að vinna leikinn og raun ber vitni. Þú talar eftir síðasta leik gegn FH að þið þurftu að bæta ykkur í föstum leikadrifum varnarlega. Gera það heldur betur í dag, nóg að hornum á okkur, en sköllu öll frá? Já, mér finnst það bara alltaf vera að fá okkur horn. Ég held að það bara getur ekki verið liðið í deildinni sem fær þessi fleiri horn. Mér finnst það bara alltaf vera þarna inni í vítategnum, en kannski bara því að við höfum verið eitthvað aðeins kvíðnir þegar hornspyrnur á deknum síðasta leiki. En jú, við gerðum vel á móti líkamlega sterku liði og sterku liði í föstu leikadrifum, þannig að jú, það er hægt að vera ánægð með það. Arnór Freyr fer meiddur á velli, vitað hvað er að? Það halda flest allir sem eru búin að sjá hann og tala um hann hafi slitið hálsinn. Þannig að mér er svona líklegast að það sé það sem gerðist, þannig að það er náttúrulega bara umöðulegt fyrir hann. Er það að fara að líta á einhverja aðra markmenn í glugganum? Líklegt að við þurfum að skoða það, já. Hvað við gerum þar. Ég plataði Beiti til að skipta í vor, en hvort að hann sé tilbúinn að klára tímabilið með okkur á gamalsaldri og ekki búinn að æfa í nokkur ár efast ég það var nú aðalega bara svona til taks í einhvern leik eða eitthvað þannig kemur upp á en ég held að þurfum klárlega að skoða það að bæta okkur markmanni ef við getum og ef eitthvað býðist sem er eitthvað vit í. Félagaskipti Marciano Assis fór frá félaginu nú á dögunum, var það bara sameiginleg niðurstaða? Já, þú veist, hann var renn út í haust og var bara ekki búinn að vera í liðinu, þannig að þú veist, það var bara besta niðurstaðan fyrir alla. Það er fyrir hann bara að komast heim, þú veist, fyrst hann er ekki að spila og fyrir okkur bara að búa til pláss í leikmannahópnum ef við ætluðum að gera eitthvað. Ætlaði að líta á einhverja fleiri stöður en markvarðarstöðuna í glugganum? Já, ég skoðum bara markaðinn í heild, ekkert rosalega bjartsýnn á að vera eitthvað mikið af hreyfingum hérna innanlands. Þannig að við þurfum sennilega að skoða erlendis og það er bara krafst vinnu og bara svona, já, það er vandað til verka þar, þannig að við þurfum bara sjá hvað við gerum, en bara svona eins og segja, aðalega við munum skoða markaðinn, ekkert fast hvert við munum horfa, bara sjá hvort það sé eitthvað sem við sjáum sem geti styrkt liðið. Næsti leikur gegn ríkjandi meisturum Víkinga, þú hlýtur að mæta Brattur þar, aldrei tapað á móti ríkjandi meisturum? Já, menn einhvern veginn allt fyrst, er það ekki eitthvað sem ég kannski bjóst við að segja varðandi það að spila á Íslandsmeistarana, en nei, ég meina, er ekki, þú veist, sagan segir að við varum kannski líklegast að vinna hann heldur en að vinna hér í dag, þannig að vonandi bara ná að vera í kóra vel og byrja að undirbúa okkur fyrir þann leik bara strax eftir helgi. Takk hérlega. Takk.